Góðu gestir, velkomin á ársfund Landsvirkjunar. Nú fyrsta starfsári þessara stjórnar Landsvirkjunar senn að ljúka. Fjármála- og efnahagsráðherra skipaði alveg nýja stjórn á aðalfundi í apríl síðastliðnum þegar vinnulagi við val í stjórnir á ríkisfyrirtækjum var breytt. Það forréttindi að fá að axla þá ábyrgð sem fylgir því að sitja í stjórn orkufyrirtækis þjóðarinnar og við erum þakklát fyrir það traust sem okkur hefur verið sýnt. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt verkefni en jafnframt krefjandi. Landsvirkjun ber ábyrgð á gríðarlega mikilvægum innviðum fyrir Ísland og þess vegna verður að vanda vel til verka við alla ákvarðanatöku. Það var því áríðandi að ný stjórn kæmist hratt og vel inn í starfsemina og mig langar að nota þetta tækifæri til að þakka stjórnendum og starfsfólki kærlega fyrir góðar móttökur og þolinmæði við að halda kynningar og svara alls konar spurningum stjórnar frá fyrsta degi. Það hefur líka verið virkilega gaman að kynnast öllu því góða fólki sem starfar hjá Landsvirkjun og sjá mettaðinn og fagmennskuna sem kristallast í öllum þeirra störfum. Það skín í gegn að allt starfsfólk Landsvirkjunar brennur fyrir hlutverki okkar sem að hámarka verðmæti þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem okkur trúað fyrir. Þannig menning alls ekki gefin og hún verður ekki til af sjálfu sér. Frá stofnun árið 1965 hefur Landsvirkjun gegnt lykilhlutverki í uppbyggingu íslensks samfélags. Með nýtingu endurnýjanlegra orkuauðlinda hefur verið byggt upp raforkukerfi sem undirstaða verðmætasköpunar, atvinnulífs og þeirra lífskjara sem við njótum í dag. Raforkan forsenda nútíma samfélags og skiptir sköpum fyrir öryggi og stöðugleika þjóðarinnar. En rekstur Landsvirkjunar gekk vel á árinu 2025 og endurspeglaði traustan grunn og sterka fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Þótt aðstæður hafi verið krefjandi á köflum var afkoman góð sem sýnir að kjarnastarfsemin stendur styrkum fótum. Vatnsbúskapur var óvenjulegur og sveiflukenndur. Í upphafi árs voru erfiðar aðstæður eftir langvarandi þurrka, en staðan batnaði verulega þegar leið á árið og í árslok var staðan í lónum Landsvirkjunar orðin mjög góð. Mikið reyndi á rekstur aflstöðva á árinu, ekki síst vegna bilana og krefjandi aðstæðna á Þjórsársvæðinu, en starfsfólk Landsvirkjunar sýndi þá í verki hvaða sem þarf til að tryggja vinnslu raforku í einangruðu orkukerfi þar sem við höfum lítið svigrúm til mistaka. Reksturinn stóðst álagið og allar skuldbindingar voru uppfylltar. Landsvirkjun leggur ríka áherslu á það sem við köllum samfélagslegt leyfi til athafna. Að vanda sig svo til framkvæmda og alls sem þeim fylgir að almenningur geti verið sáttur við kostnað á móti ávinningi. Það gaman að segja frá því að stuðningur við starfsemi Landsvirkjunar og traust til okkar hefur farið vaxandi undanfarin ár og hefur raunar aldrei mælst meiri. Aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar fer betur yfir það hér í lok fundar. En mikilvægum áföngum var líka náð í undirbúningi og uppbyggingu nýrra virkjana á árinu. En ljóst að Landsvirkjun, jafnt sem stjórnvöld og þjóðin öll stendur frammi fyrir verkefni sem kallar á skýra framtíðarsýn. Í orkuvinnslu gildir nefnilega að hugsa marga leiki fram í tímann og sjá fyrir og uppfylla þörf framtíðarinnar fyrir rafmagn til að styðja við vöxt, velferð og samkeppnishæfni íslensks samfélags. Virkjun ekki reist á einu ári og leyfisveitingaferli geta talist í tugum ára. Til að mæta brýnum þörfum samfélagsins, knýja orkuskipti og styðja við vöxt atvinnulífs á komandi árum þarf Landsvirkjun því að standa fyrir umfangsmikilli orkuöflun á næstu árum. Eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku sífellt að aukast á heimsvísu og þar Ísland í algjörum sérflokki. Við höfum borið gæfu til þess að virkja bæði vatnsafl og jarðvarma til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag
og nú fyrsta vindorkuver landsins að rísa við Vaðöldu. Einir mestu þungaflutningar Íslands sögunar verða í vor þegar vindmyllurnar verða fluttar frá Þorlákshöfn á verkstað og stefnt að því að gangsetja helming þeirra nú í haust eða 14 vindmyllur af 28. Ef horft út í heim, þá sólar- og vindorka efst á blaði þegar kemur að uppbyggingu endurnýjanlegrar orku. Það segir sig sjálft að Ísland verður seint samkeppnishæft í sólarorku, en á vindi höfum við meira en nóg. Það vill líka svo til að vindorka einkar heppileg til að regla á móti vatnsafli, en lónin okkar í raun risastórar rafhlöður sem hægt að stýra á móti því hvernig vindar blása. Landsvirkjun starfar á alþjóðlegum samkeppnismarkaði, en stærstur hluti af tekjum fyrirtækisins kemur frá stórnotendum sem kjósa að starfa hér frekar en annars staðar í heiminum. Í því samhengi skiptir höfumáli fyrir samkeppnishæfni Íslands að geta boðið upp á endurnýjanlega orku á samkeppnishæfu verði. Þá skiptir líka miklu máli að Ísland lokað raforkukerfi. Við erum ekki tengd orkumarkaði í Evrópu eins og þau lönd sem við berum okkur saman við. Það þýðir að orkan sem framleidd hér, það þarf að nota hana hér. En það þýðir líka það að ef það verður orkuskortur, þá getum við ekki sótt orkuna neitt annað. Þess vegna mjög mikilvægt að eiga hér fjölbreytta orkukosti til að tryggja orkuöryggi. En það mikið gleðiefni að núverandi stjórnvöld þau hafa sýnt það í verki að við erum sammála það að setja aukna orkuöflun í forgang og kyrrstaða áranna á undan hefur verið rofin í þessum málaflokki. Nú reynir á að einfalda leyfisveitingaferli, en sem dæmi má nefna að það ferli hefur tafið fyrir Hvammsvirkjun árum, jafnvel áratugum saman, með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið allt. Við viljum öll vanda til verka, en fyrr má nú aldeilis vera. Þá telst það einnig til tíðinda að nú í febrúar voru 2 virkjanakostir, Holtavirkjun og Skrokkholtsvirkjun, færðir í nýtingaflokk rammaáætlunar. En í 13 ára sögu hennar hefur engin vatnsaflsstöð verið byggð eftir að hafa farið í gegnum það ferli. Hvammsvirkjun verður sú fyrsta. Leyfisveitingaferli fyrir þessar 2 virkjanir verður prófsteinn á það hvernig hefur tekist til við nýsamþykktar breytingar á lagaumhverfinu. Nú að hefjast eitt mesta framkvæmda tímabil í 60 ára sögu Landsvirkjunar. Í dag eru 4 stór verkefni í pípunum og það gaman að segja frá því að við erum að virkja vatn, vind og varma. Hvammsvirkjun, Vaðölduver, stækkun Sigöldu og ný toppvél á Þeistareykjum munu auka uppsett afl Landsvirkjunar rúmlega 300 megavött til viðbótar við þau 2200 sem eru nú þegar uppsett. Á næstu 5 árum gert ráð fyrir því að Landsvirkjun fjárfesti fyrir 190 milljarða króna. En til samanburðar þá má nefna það að fjárfestingar Landsvirkjunar síðustu 5 ár voru 25 milljarðar. Stór hluti af þessari upphæð rennur með einum eða öðrum hætti aftur út í íslenskt samfélag. Landsvirkjun til dæmis með langumfangsmestu útboðin á Íslandi í ár, en áætlað að bjóða út verk fyrir 70 milljarða króna, sem þriðjungur af öllum þeim útboðum sem tóku þátt í útboðsþingi Samtaka iðnaðarins núna í janúar. Við gerum ráð fyrir að 100 manns verði við vinnu í Sigöldu þegar mest verður, 120 manns í Vaðöldu og 400 í Hvammsvirkjun. Framkvæmdum Landsvirkjunar fylgja líka töluverðar vegaframkvæmdir til hagsbóta fyrir nærsamfélögum þar sem verið að reisa þær. En þótt Landsvirkjun standi styrkum fótum, þá blasir við að þetta fjárfestingatímabil mun reyna verulega á fjárhagslegt bolmagn fyrirtækisins, sem alls ekki sjálfgefið að sé til staðar.
Það ekki lengra síðan en árið 2020 þegar Landsvirkjun greiddi 10 milljarða króna í arð til ríkisins en árin þar á undan voru arðgreiðslur 1 til 3 milljarðar á ári. Þetta tókst fyrst og fremst með endursamningum við stórnotendur og agaðri fjárhagsstýringu. Landsvirkjun hefur núna samtals greitt 110 milljarða króna í arð til íslenska ríkisins vegna rekstrarárana 2021 til 2025 sem miða við tillögu stjórnar fyrir arðgreiðslu síðasta árs. Auk þess hefur Landsvirkjun greitt 70 milljarða króna í skatt vegna sama tímabils. En ólíkt flestum fyrirtækjum á Íslandi þá greiðir Landsvirkjun tæplega 38% skatt en ekki 20%. Þannig greiðir Landsvirkjun samtals 180 milljarða króna til ríkisins vegna rekstursins undanfarin 5 ár og af því erum við ákaflega stolt. Markmið okkar að skila sem mestu virði til eiganda okkar til framtíðar. Við vonumst til að geta haldið áfram að reiða fram stöðugar arðgreiðslur á næstu árum þrátt fyrir þær miklu fjárfestingar sem liggja fyrir. En þær fjárfestingar munu svo skila okkur, Íslendingum, enn betri og traustari tekjustoðum þegar fram í sækir. Og í uppbyggingu raforkukerfisins á síðustu 6 áratugum þá hefur stuðningur og svigrúm íslenska ríkisins skipt sköpum. Við erum þakklát fyrir það svigrúm og það mun áfram skipta höfuðmáli á því framkvæmdatímabili sem nú hafið. En góðu gestir, það eru spennandi tímar framundan. Við erum stolt af því að taka þátt í að byggja upp stöðugt og endurnýjanlegt orkukerfi. Okkur hefur verið skiljanlega verið tíðrætt vandamálin, hvað hamli uppbyggingu þeirrar orkuvinnslu sem þarf til að fullnægja þörfum heimila og atvinnulífs, en kannski ættum við líka að horfa á verkefnið sem tækifæri. Tækifæri til að skilja eftir okkur arfleifð sem næstu kynslóðir munu njóta ókomin ár eins og við njótum framsýni þeirra kynslóða sem byggðu hér upp raforkukerfi sem einstakt á heimsvísu. Takk fyrir.